Komið þið sæl. Ég heiti Margrét Jóhannsdóttir, ég er verkefnisstjóri starfsmennta hluta Erasmus+. Þetta myndband er ætlað þeim sem hafa fengið samþykkt Erasmus+ samstarfsverkefni og eru að hefja starfið. Óskum ykkur til hamingju með verkefnið og góðs gengis. Ég ætla hér að fara yfir samninginn um verkefnið sem er á milli landsskrifstofu og verkefnisstjóra, en það er mikilvægt fyrir verkefnisstjóra að þekkja samninginn mjög vel því segja má að hann sé rammi verkefnisins. En uppbygging samningsins kemur fram hér á glærinu. Við sjáum að hluti 1 er kallað Special Conditions, en það er sértækar upplýsingar hvers verkefnisins og þessi hluti er staðfestur með undirritun verkefnastjóra og fulltrúa landsskrifstofuna. Í viðauka 1 er kallað General Conditions. Þessi hluti er á heimasíðu Erasmus+ og eru almennar reglur Erasmus+ verkefni. Þrátt fyrir það að þessi hluti sé ekki prentaður út og meðfylgjandi í þeim gögnum sem það fengi send, að þá er þetta mikilvægur hluti sem það þurfið endilega að skoða á heimasíðunni þegar þið eruð að byrja verkefnavinnuna. Viðauki 2 er lýsing verkefnis. Í rauninni er hér að ræða umsóknina. Það er fjárhagsyfirlit og listi samstarfsaðila. Síðan er sérstakur viðauki fjárhagsreglurnar. Síðan styrkupphæðir og samstarfsyfirlýsingar samstarfsaðilana í verkefninu. Ég mun hér fjalla megin atriði samningsins en athugið að þessi umfjöllun er ekki tæmandi, þannig að þið verðið að lesa allan samninginn og þekkja hann vel. Í Special Conditions hlutanum kemur fram greiðslu fyrirkomula verkefnisins, en meginreglan er sú að greitt séu 40% við undirskrift samningsins, 40% eftir það bil ár og 20% eru greitt við afgreiðslu lokaskýrslu verkefnisins. En eftir 1 ár og 1 mánuð skal verkefnisstjóri skila fram mynduskýrslu sem skýrir framgang verkefnisins. Sé búið að nota 70% af þessari fyrirframgreiðslu en næsta greiðsla greidd. Sé ekki búið að nýta það mikið eða minna en 70%, þá samt að skila skýrslunni og svo er annarri skýrslu skila þegar nægilega mikið hefur notað til að hægt sé að óska eftir annarri greiðslu. Lokaskýrslunni skal síðan skila 60 dögum eftir lok verkefni tímans og er lokagreiðslan ákvörðuð á grundvelli mats lokaskýrslu. Athugið að fyrirframgreiðslurnar eru ekki eign aðila verkefnisins fyrr en lokaskýrslan hefur verið afgreidd og metin, þannig að fjármagn hafi verið varið eins og til stóð og lýst var í umsókn. Í viðauka 2 er lýsing verkefnisins, fjárhagsyfirlit og listi samstarfsaðila. Þegar talað lýsingu verkefnisins vísa til umsóknarinnar. Umsóknin er þannig hluti samnings og verkefnisstjóri og aðilar verkefnisins skuldbinda sig til að framkvæma verkefni eins og lýst er í umsókn. Kom eitthvað upp sem veldur því að gera þurfi breytingar og upphæðlegar áætlun þarf að bera það undir landsskrifstofu og vera vissum að breytingarnir séu innan eðlilegra marka með umsókn. Hér á ég ekki við smávægilega breytingar eins og til dæmis að breyta tímasetningum á viðburðum, heldur atriði sem hafa áhrif á niðurstöðu verkefnisins. Sé verkefnið ekki framkvæmt í samræmi við umsókn getur það haft áhrif á mat í lokaskýrslu og þannig loka afgreiðslu verkefnisins. Í samningunum er einnig fjárhagsyfirlit verkefnisins í heild sinni og skipting milli liða, það er í umsýslu, verkefnisfundi, afurðir, þjálfunarviðburði og sérstakan kostnað. Þessi skipting er samningsbundin í verkefninu. Í Special Conditions kaflanum er fjallað leyfilega tilfærslur milli liða. Almennt gildir það að aðeins má færa 20% af hverjum lið yfir á aðra liði en ekki er hægt að hækka umsýslu eða sérstakan kostnað. Einstaka liði geta svo ekki hækkað meir en 20%. Passið að áttekur vel á þessu atriði en það er útskýrt nákvæmlega í lið 1.3.3 í samningnum. Í samningnum er einnig fjárhagsyfirlit hvers einstaks aðila í verkefninu. Og athugið að þessar tilfærslureglur sem ég var að útskýra hér fyrir ofan, þær gild ekki þann lið og það er ekki nauðsynlegt að halda sig alveg við þá skiptingu fjármagns sem fram kemur þarna.
Það má sem sagt færa fjármagn milli samstarfsaðila svo framarlega sem það er gert innan eðlilegra marka og hefur ekki áhrif á framkvæmd og niðurstöður verkefnisins. Í viðauka 3 eru fjárhagsreglurnar. Þar er fjallað skilyrði og reglur notkun á styrknum, það eru útskýringar fyrir hvern fjárhagslið og þar eru reglur varðandi einingastyrki og hvernig sýna skuli fram á notkun á styrknum og síðan líka hvaða fylgigögn þarf að passa upp á og skila inn. Við höfum útbúið annað myndband þar sem farið er vandlega yfir fjárhagshlutann. Ég mæli með því að þið skoðið hann. Ég mæli líka eindregið með því að þið notið þennan hluta samningsins sem handbók og hafið hann við höndina þegar þið að vinna verkefnið. Í fjárhagshlutanum er líka fjallað mögulega skerðing á styrk og eftirlit og eftirfylgni. Landsskrifstofa hefur umsjón með mati á lokaskýrslu en það eru utanaðkomandi sérfræðingar sem meta verkefnin. Það eru ákveðin atriði sem skoðuð og eru þau listuð í samningnum. Það er sem sagt athugað hvort að verkefni var framkvæmt í samræmi við lýsingu í umsókn eins og við ræddum áðan. Gæði afurða og viðburða verkefnisins eru mikilvæg atriði og einnig áhrif verkefnisins, viðburða og afurða á þátttakendur og þátttökustofnanir. Einnig er við á hvernig áhrifin eru nær samfélag og landsvísu, nú eða í Evrópu. Síðan eru atriði eins og hverju verkefni það hafi breytt og menn horfa til nýjunga vegna þess að þessi verkefni eiga að standa fyrir einhverja nýjungar sem verið að vinna að. Og síðan er skoðað hvernig gæða eftirliti verkefnisins var háttað og sem sagt hvernig var háttað mati á árangri og áhrifum. Síðan þegar við á að þá er skoðuð gæði náms- og þjálfunarviðburða sem skipulagðir eru sem hluta verkefninu, nú gæði og umfang kynningarstarfs og viðburðaverkefnisins og árangur og áhrif verkefnisins fyrir einstaklinga og stofnanir sem ekki eiga beina aðild að verkefninu. Niðurstöður mats lokaskýrslna koma fram í einkunn matsmanna, en ef einkunnin er undir 50 stigum af 100 mögulegum er styrkupphæð lækkuð eins og hér kemur fram og þessi lækkun er gerð þvert yfir allt verkefnið. Sjáum hérna hugsanlega lækkun eftir miðað við einkunn. En þetta er sem betur fer mjög fátítt, en þið þurfið að vita af þessu strax í upphafi og tryggja góða framkvæmd verkefnisins. Það skal einnig tekið fram að mögulega eru einstakir liðir lækkaðir við yfirferð fjármála þó verkefni fái góða einkunn. Dæmi það er til dæmis að ef að fylgigögn sýna ekki fram á þann fjölda þáttakanda á kynningaviðburðum sem skráður er. Eftirlitshlutverk landsskrifstofu er útskýrt í fjárhagshlutanum. En valin er verkefni á handahófi en ákveðnar lágmarkskröfur gerðar fjölda verkefna sem eru heimsótt eða farið yfir á annan máta. Eins og áður segir hefur landsskrifstofu umsjón með mati lokaskýrsla og við þá vinnu er kallað eftir fylgigögnum frá ákveðnum hluta verkefna. Síðan eru eftirlitsheimsóknir einnig framkvæmdar, það eru ýmist á verkefnatímanum eða eftir að verkefnum lýkur. Þau verkefni sem heimsótt eru valin á handahófi og skoðuð eru mismunandi atriði og fylgigögn eftir heimsóknum. Svo þurfið þið að muna að það þarf að geyma öll gögn verkefnana í 5 ár eftir að verkefninu lýkur. En landsskrifstofan hefur einnig stuðningshlutverk gagnvart verkefnum og við skipuleggjum til dæmis opna fundi og bjóðum verkefnastjórum að hafa samband við okkur eins og þarf ef spurningar vakna eða eitthvað kemur upp á í framkvæmdi sem þeim vilji ræða við okkur og leita ráða með. Það er ekki skilyrði, en við mælum eindregið með því að verkefnastjórar geri samninga við samstarfsaðila verkefnisins. Hver og einn ákveður hvernig samningur er gerður. Sumir velja ítarlega samninga meðan aðrir hafa þá meira óformlega. Hvort heldur sem leggjum við áherslu á að fjalla sé framkvæmda atriði og eins og vinnuskil og greiðslur í þessum samningum. Og athugið að þessi samningar þurfa að vera undirritaður af aðili sem hefur leyfi til að skuldbinda viðkomandi stofnun til þess að þeir séu raunverulega gildir.
Þetta voru þau atriði sem vildu nefna við ykkur þegar þið að byrja verkefnavinnuna. Þið finnið síðan leiðbeiningar fyrir verkefnastjóra á heimasíðu Landskrifstofu Erasmus+. Einnig viljum við ítreka að þið getið haft samband við verkefnastjóra ykkar skólastigs eins og þarf þegar þið að vinna verkefnin. Og lokum þá óska ykkur góðs gengis.